Að búa til ost frá grunni ferli sem dálítið eins og að eiga gæludýr. Þótt maður fari vissulega ekki út að ganga með ostinn sinn á hverjum degi, þá þarfnast hann daglegrar umönnunar og þá gengur ekki að fara í langt frí nema einhver sé til þess að hugsa ostinn á meðan. Já, osturinn lífvera sem þrífst og mótast af því umhverfi og aðstæðum sem hann settur í. Þórarinn Egill Sveinsson, mjólkurverkfræðingur, veit meira þetta allt saman, enda með mjólk í æðum og ost í maga. Við hittum hann í Hallormsstaðaskóla þar sem hann var að kenna ostagerðarmeisturum framtíðarinnar listina á bak við góðan ost. Í heiminum framleidda mörg þúsund tegundir af ostum og allir öðruvísi og engin eins þó þessi mjög skyldir margir. Núna erum við með námskeið í blá og hvítmikil ostum og raunar þó maður sem eins hráefni, nánast eins og sjáum hérna, þá eru þau að gera þetta nákvæmlega eins en það aðeins mismunur á hvað að gerast. Og að því að mjólkin náttúrulega lifandi hráefni sem mjög breytileg. Til dæmis ef þú ert í öðrum matvæli en eitthvað með allri virðingu fyrir til dæmis sælgætisframleiðslu, þá ertu með nokkuð stöðluð hráefni. Það eru auðvitað breytingar líka, kannski einföldan að segja þetta, en samt það eru svona meira stöðluð hráefni en þetta hérna. Mjólkin breytist eftir loftþrýsting, veðurfari, gróðri og svo framvegis. Og svo náttúrulega meðöldun hérna á mjólkinni eftir að hún kemur úr skepnunum. Og svo skiptir svo kúastofnum máli. Þannig að það svo marga breytur í hráefninu sem spila alveg inn í pottinn og maður getur tekist á við það í pottinum. Þú ert kannski með aðra framleiðsluaðferð í vormjólk heldur en í haustmjólk. En til dæmis mjólkin sem hráefni breytist náttúrulega mjög eftir mjólkurskeiði kýrinnar eða mjólkurdýrsins. Núna erum við hérna sem betur við með hérna kúamjólk, geitamjólk hérna og svo höfum við verið með sauðamjólk hér líka hérna. Við höfum verið svona, og það mikil munur á þessum hráefnum. En ykkar hlutverk það að búa til þessar kjöraðstæður hverju sinni þá, að því þetta er svo lifandi framleiðsla eins og segja. Nákvæmlega, og það frábært kjör inn á það, en það svona, maður getur dottið í einhverja lífsfílósófíu og heimspeki, við erum ekki alltaf búið til kjöraðstæður kringum okkur í lífinu. Við erum að reyna örugglega allir alþingismenn fullir að vilja að gera Ísland eins mikið kjörland fyrir íbúana eins og mögulegt Svo deila mönnum hvernig þeim tekst, Þú sami sveitarstjórnum og bara lífin yfirleitt og við bara heima okkur. Við erum náttúrulega bara búa okkur til reiður sem passar okkur og kjöraðstæði fyrir okkur og okkur líður best ef það er. Það nákvæmlega sama ofan í pottinu. Þá skipta bara minnstu breytingar á gráðum máli. Já. Þess vegna hef ég í þessum uppskriftum sem ég að kenna eftir, ég styðst mjög mikið við heimasíðu hjá amerísku fyrirtæki Massachusetts sem að fara á námskeið hjá þeim þar. Þeir selja mjög mikið af þessum hjálparefnum sem við erum að nota, sem það skiptir miklu máli, sérstaklega þegar maður komið svona í masterclass, tökur 2 í þessu eða meira, þá skiptir miklu máli að reyna staðulega sem mest af hjálparefnum sem maður notar. Svo þar sé ekki líka breytileiki á móti mjólkinni. Þannig að ég staðfæri þessar uppskriftir og nota mjög mikið af þeim efnum. En það geta raunar allir gert þetta og til dæmis geta allir, það mjög einfalt að búa til jógúrt og súrmjólk bara heima hjá þeir í eldhúsinu. Súrmjólk til dæmis, kaupi bara súrmjólk út í búð, þar eru gerlarnir og þú síðan bara hitaru 1 lítra nýmjólk upp í 90 gráður, kælir niður í bara herbergishita, setur súrmjólkina úti og þess vegna gleymir þessu bara á eldhúsborðinu og 90% líkur af því að þegar vakna morgun eftir komið súrmjólk í dallinn. Þannig að þetta getur bara gert í kvöld. Prófaðu þetta í kvöld. Já, prófaðu þetta í kvöld. En þessi gerlar, þeir eru svolítið bara eins og við, þeir eru lifandi og þeim líður illa í ákveðnu hitastigi og vel í ákveðnu hitastigi. Nákvæmlega. Já, það nákvæmlega málið. Þessum er alltaf að reyna að búa til kjöraðstæður fyrir þessar tegunda gerlum og hinum. Við fáum hita en þeir líka. Já, og þeir ég hef oft notað þetta auladæmi svo ég komið því nú að þegar menn segja hvaða smámunur sem þetta? 31 gráða, þetta er 33 ára ekki í lagi. Hvernig líður þér þegar 38 gráður eða 40 gráður? 40 gráður ert ekki góður, eða munar bara 5 gráðum frá kjörhættistíðinu, Þannig að þú ert alltaf að tala lífið á einhverju bíli og alltaf að búa til þess að kjöraðstæður. En svo getur þetta líka verið stundum
bara óvænt geta orðið til einhverjar aðstæður sem að gera bara nýjan ost og eitthvað algjör sælgæti. Algjörlega. Við erum búin til nýjan ost núna. Já. Við erum að fatta upp á nýju þetta sem við erum að gera hérna. Þetta er bland af nýmjólk og rjóma og við notum sítrónusýru til þess að lækka sýrustig í mjólkinni í staðinn fyrir kjarlanar, sko. Það er líka aðferð, þetta er blá og hvítmjólkurnámskeið, þá er ég svona að hvetja mannskapinn námskeiðum til þess að taka bara venjulega gráðost til dæmis og mala hann upp svolítið og nota hann sem bragðefni í þetta verður eins konar rjómaostur þegar við erum búin að sigta þetta og þá myndum við blanda gráðasta kopnum í tilbúnu gráðost í, þá ertu komið með svona rjóma gráðost, sko, eða camembert-ost og þetta. Svo ég hef mjög oft búið til, sko, þennan ost og þá hef ég blanda hráu eggi og kúmen í það. Það er bara mjög góður ostur, en endist ekki nema svona viku, 10 daga. Þetta er svona hálfgerður ferskostur, sko. Já. En að því þetta er svona lifandi, þú ert að hugsa þér svolítið þetta svona eins og gæludýrið, þá verður þetta alltaf þreytt. Þú fær aldrei nóg af ostagerð. Nei. Þú verður gamli, prófessorinn mínum á Háskólanum, lærði mjólkurverkfræði, sko, kláraði 1970 og eitthvað, 7 held ég, já. Hann sagði, sko, þegar þið eru einu sinni gengin í klaustur Lídíu, í grísku mjólkurgyðjunnar, ef þið eru einu sinni komið þar inn fyrir dyrnar, þá er engin leið út. Þá eru þið bara þar, sko. Það sannast alveg á mér, sko. Mér finnst þetta alveg rosalega gaman og hef alla ævi verið í þessu, sko. Er raunar önnur kynslóð. Pabbi var mjólkurfræðingur líka, sko.